Þau eru sest hjá okkur Valur Grettisson, blaðamaður, fyrrverandi blaðamaður á DFF og Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur, velkomin. Takk. Ef við byrjum á þér, Valur. Já. Eftir þetta atvik á DFF, þá ert þú eini maðurinn sem hefur sagt upp þarna. Já, enn sem komið og kannski eðlilega, ég veit það ekki. Það er ekki auðvelt ákvörðun að fara svona ástæðum og ég meina erfitt umhverfi í þjóðfélaginu akkurat núna og svo framvegis, þannig að ég Ofbauð þér þetta svona svakalega? Já, ég meina þetta er náttúrulega grundallar sjónarmið í blaðamennsku sem eru brotin hana og þar að leiðandi náttúrulega þurfa að standa allavega, ég hef tekið þá ákvörðun að sætta mig við þetta og mæti í vinnuna daginn eftir og þar að leiðandi var ég samþykkur því að það var allt í lagi að fela frétt og ráðast að þessum pilti eða ljúga til þess að hilma yfir að þessi frétt hafi ekki birst. Ég kaus að gera það ekki. Já, komstu sjálfur þér óvart þegar þú tókst þessi ákvörðun? Reyndar, já algjörlega. Ég er ekki maður hugsjóna til að mynda. Ég trú ekki á mikið, sko. En ég trú einhvern veginn á blaðamennskuna og sannleikanum fram allt, sko. En hvernig viðbrögð hefur þið fengið frá því þú sagðir upp? Þetta er nú að fyndi að ég vil segja frá því. Ég myndi oft gera einstaklingar kannski ekki nákvæmlega þetta en maður svona, þetta er eins og þegar Lára Ómarsdóttir hætti, sko. Á sínum tíma hérna á Stöð 2 þá sagði hún bara hún að það fengi mikil viðbrögð. Ég held að þetta væri eitthvað fólk bara segði, sko. En það er ekki þannig, sko. Það er alveg fjöldi manns búinn að hringja í mig, bæði fólk sem ég þekki ekki og núna í morgun hringdi maður þannig að landa í mig og bauð mér fjárhagslega aðstoð á þessum erfiðu tímum sem ég afþakka þar góðlega en ræddi alveg heil lengi við hann stjórnmál og ástandi á Íslandi í staðinn bara. En hérna, það er náttúrulega bara þakkláttur fyrir það, sko. Kristín Helga, hvernig fannst þér þetta þegar þú last þessa fréttum að hann hefði ákveðið bara að hætta á þessum tímum? Mér finnst það náttúrulega mjög kjarkað á þessum tímum og ég skil vel þessi prinsip sem hann er að standa með, þessi blaðamannaprinsip sem hafa kannski svolítið verið sett í hliðar víða á ritstjórnum undanfarin ár, finnst mér. Það er orðin 10 ár síðan ég hætti í fréttamennsku. En ég man að þegar að þetta viðtal var spilað í Kastljósi, þetta viðtal sem var tekið við ritstjóran eða samtal sem var tekið upp, þá hugsaði mér þarna er verið að brjóta svo margar reglur en síðan í raun og veru var önnur rödd sem sagði við mig sko örvæntingafullir tímar krefjast örvæntingafullir að ráða og ég var eftir á mjög bara hreykinn af þessum unga manni sem ákvað að standa með sínu starfi svona og þú mjög kjarkaður að fórna starfinu. Ritstjórinn er víst búin að biðjast afsökunar, er það ekki? Jú. Hvað finnst þér framtíð blaðsins? Þetta er náttúrulega, ég held að flestir sem ekki vinna á DFF eða hafa vinnað á DFF, þeir einhvern veginn sjá málið þannig að það verði mjög erfitt fyrir þetta blað að halda áfram og sérstaklega erfitt fyrir Reyni að halda áfram í sínu starfi. Það er alveg ljóst að trúverðugleikinn hefur stórskaðast, það er númer 1, 2 og 3. Og ég meina, eðlilega náttúrulega, ég hætti vegna þess að þeir voru áfram fyrir ritstjórar. Ég hef ekki, þetta er náttúrulega hugmyndafræðilega afstaða, ég hef ekkert á móti þeim sem blaðamönnum. Og þeir geta hugsanlega náð sínum vopnum tilbaka einhvern tímann. En þeir þurfa náttúrulega, ef þeir ætla að fara að predika að Davíð Oddsson eigi að segja af sér eða stjórnmálamenn eigi að taka ábyrgð, þá þurfa náttúrulega að byrja réttu megin, sko. Talandi stjórnmálamenn, ráðherraskipti mögulegum áramótin. Er þetta ekki hálf hlægilegt að ætla að redda hlutunum með því að skipta út umhverfisráðherra og viðskiptaráðherra? Jú, mér finnst þetta ósköp dapurlegt. Og þetta eru dapurleg tíðindi fyrir bara líka náttúruverndar og umhverfisverndar fólk því að Þórunn er þó sá umhverfisráðherra sem hvað mest hefur staðið í lappir hvað varðar náttúruverndarbáratu á Íslandi og verið trú sínum málaflokki en þetta er alveg svona sorglegt og annað sem að mínum mati hefur komið frá þessari ríkisstjórn og að því sko það er að koma jól og svona og já. Er það jólagjöfin í ár? Jólagjöfin í ár væri náttúrulega bara sko loforðin kosningar í mínum huga en ég held að fólk er svona almenningur er bara svona svolítið að draga sig inn í stofuna sína núna og ætlar að halda jólin hátíðleg en þessi krafa fer ekki burt og hún verður ennþá sterkari 1. janúar og það verður bara þetta fólk að fara að gera sig grein fyrir og það er annað sem mér finnst svo skrítið að því minnst þetta ráðherra hrókeringar það er bara hlægilegt og sorglegt það er að það eru 3 flokkar, það eru 3 stjórnmálflokkar í þessu landi sem að og nú er ég ekki í neinum stjórnmálflokki en það eru 3 stjórnmálflokkar í þessu landi sem að hafa dregið þennan vagn og keyrt á þessari hugsjón sem er búin að koma þessu samfélagi í þá stöðu sem það er í dag og það er ekki siðferðilega rétt
að þessum tveimur flokkum sem nú sitja áfram, þeir sitja ekki í umboði þess ástand sem nú ríkir og hinn þriðji flokkurinn er Framsókn. Enginn af þessum þremur flokkum hefur gefið út þá yfirlýsingu að það verði farið í massífa naflaskoðun og nánast bara eiga þessir þrír flokkar að fara heim í hús, leggja sig af í núverandi mynd og endur skoða allt sitt hugmyndafræðilega konsept og það er enginn þar og mér finnst að ég hef stundum líkt þessu við fíklafræðin án sem ég sé ykkur sérfræðingur í þeim að þá finnst mér núna ég sitja svona í morgunsárið niður í Hafnarstræti með 3 fíklum á gangstéttabrún og þeir neita að fara inn á Vog. Já, við sjáum þetta alveg fyrir okkur. Nú máttu segja það því að þú ert alltaf hann í hvíld sem blaðamaður. Gætir að hugsa þér að kjósa einhvern af þessum flokk? Við erum ekki bara tiltrúfólks á þessar flokkar sem eru fyrir farin, þar að segja fyrir utan þá sem að styðja Vinstri græna? Bara nákvæmlega eins og tiltrúfólks er farin að fjölmiðlum akkurat núna. Ég meina, það verður þetta gríðarlega hrun. Og það er alveg ljóst að það er einhver axla einhvers konar ábyrgð. Fólk vill svona, hvað við segja, svona sitt fix akkurat núna og þeir sjá að það verði hugslið ráðherraskipti. Það er alveg kýrskýrt og ég hef heyrt það úr mörgum áttum að Björgvin G. og Sigurðsson og Árni Matthíasen er að fara. Og þeir eru náttúrulega báðir á Suðurlandi og næsti þingmaður eftir til að mynda Árna er náttúrulega Árni Jónsson. Þannig það verður náttúrulega kannski kalt ef hann skyndilegri ráðherra, ég veit það ekki. Og fyrir Samfylkinguna er síðan Lúðvík Bergvinsson en ég held reyndar að það er meiri segja möguleika að þið fækki actually ráðherra embættum. Ég meina það er á stefnuskráni á Samfylkingunni og þeir getu kastað með burtu og bætt engum við En það er allavega mikið stress hér innan flokkana og mikil óánægja innan Samfylkingarinnar með Björgvin G. Þeir vilja láta hann fara En svo náttúrulega eru nóga mönnum eflaust hann inni sem eru tilbúin að taka þetta á sig en það er alveg klárlega endurnýja umboð ríkisstjórnarinnar held ég og það er eingöngu til þess gert að við stóða að sé bara sama ríkisstjórnin það er til þess gert að þið geta allavega haldið áfram á þeim forsendum að þeir hafi allavega stuðning fólksins en svo erum við bara að bíða og sjá En að tala mótmælendur þeir nú ekki vel við það orð Nei, ég er alltaf þreytað vegna þess að það er hægt að ofnota orð þannig að þið fari að missa merkingu sína og tákna eitthvað allt annað. Það er svo auðvitað líka bara að þurrka yfir og skauta yfir og afgreiða hluti. Ég sé það svolítið í fyrirsögnum, mótmælendur komu saman á Austurvelli. Þetta eru almenni borgarar. Þetta eru bara maddamur í pelsum úr útkverfum, þetta er ungt fólk og þetta er gamalt fólk og þetta er atvinnulaust fólk og þetta eru börn og þetta eru miðaldra, þetta er bara íslenska þjóðin. En fólki sem er að mótmæla núna svo í þessari viku að vera að brjóta rúður í fjármálaeftirlitinu og fara inn í Landsbankann? Sko við búum bara í þessum heim en ekki fullkominn og það er alltaf svona til og þetta fylgir svolítið æskunni sem verður of reið en sko reiðina skilum maður. Sumir hafa bara tekið það á hvernig að hemja hann og láta hann að brjótast út öðruvísi. En reiðina skilur maður. Þú bentir einmitt á það að hætta að kasta eggjum og búa frekar til omelötu? Já, bakur eggjónum en mæta og mótmæla og láta heyri í sér. Það er stóra máli í dag. Og mér finnst núna til dæmis, maður horfir daglega upp og svo sorglega atburði og við sökum alltaf dýpra og dýpra í þetta fen og það er alltaf að tala með einhverjum botni sína og það er bara fyndið. Síðast í vikunni þá var einmitt frétt sem mér fannst athyglisverð. Það byrjaði að skera niður og við verðum náttúrulega að skera niður og við vitum það. Það byrjaði á því að taka af starf barna- og unglingageðlæknis á landsbyggðinni, þess eina sem er starfandi. Síðan heyri ég að það í að draga stórlega saman í efnahagsbrotadeildinni. Getum við aðeins hlegja því, er það ekki deildin sem við þurfum bara að efla núna? Og þá fyrir ég að hugsa, hvers konar skilaboð er þetta út í samfélagið? Á ekki kannski bara fyrst að byrja á því að helminga laun ríkisforstjórana í bönkunum og út allt og í OHF-félögunum sem eru á næstu 2 milljónum á mánuði áður fyrir að skera niður barna- og unglinga geðaðstoð út á landi og efnahagsbrotadeildina. Það sem er að gerast inn í bönkunum á baku tjöldin Svona með þær upplýsingar sem að þú hefur og þú nú verið að vinna í þessum málum fólk óttast að mjög að séu skrýtni hlutir í gangi og það eru sömu menn í mjög mörgum stöðum ennþá inn í þessum bönkum
Já, sko, málið fólk má ekki heldur gleyma því að öll viðskiptir með þessi staði bönkum eru rafræn og þar að leiðandi eru til. Það þarf svolítið mikið átak til þess að skemma eitthvað, eyðileggja eitthvað, þurrka það út á svo framvegis, sko. En það sko annað sko hvort það hreinlega bara einhver skoði það og komist upp það. Hvort skilanefndirnar munu standa sig í því, KPMG, Deloitte eða hvað sem þeir heita nú allir. Og en ég meina auðvitað eitthvað svona, eins og maður sá nú bara með Steam, að sá svona hvert eðli sko þessara félaga í raun og veru. Þannig félag sem sko fer að ég bara beinlinis að pústa upp, bara að keyra upp hlutabréf. Ég meina, og það náttúrulega engum í hag náttúrulega nema þarna náttúrulega Jóni Ásgeir og félögum. Ég meina, Pálmi í Fons síðan lánar félaginu 2 milljarð eða 2,5 milljarð. Og þetta svona allt í skrítnasta. Og málið að ég held að sko eins og fjármálaeftirlitið hafi ekki einu sinni, þeir vissu örugglega ekkert að Glitnir hafi átt 32% í félagi. Þess vegna voru þeir bara að skoða þetta í ár. Ég held að þetta sé bara, þetta þarna, en menn bara vita oftar en ekki hvar þeir eiga að skoða eða hvernig þeir hafa komast yfir þær upplýsingar sem eru til staðar. Eins og náttúrulega sýndi sem náttúrulega ríkisskattstjóri vilji koma til Luxemborgar í bankaupplýsingar þar. Bara, það segja alltaf bara bankalind, sem náttúrulega eitthvað sem þarf að skoða svo sem, en þarna eru leyndamálin sko, það eru það sem glæpinni gerast. Baugsmálið nýja, var það eitthvað sem við þurftum og það sem að gerast núna? Það er ekki bara barnaleikur með það sem við erum í vændum. Maður hefur það svona á tilfinningunni. Aðalega veit almenningur afskaplega lítið og þetta baugsmál er orðið að því mér skilst bara nokkuð gamalt og og slá vel í það. Og svona aðeins og svolítið aðri hluti sem hafa gerst. Þetta svolítið sko, en við getum ímyndað okkur, ég meina hvað skuldar Jón Ásgeir, hann skuldar einhverja 1000 milljónir eða eitthvað álíka. Milljarða? Já, 1000 milljarða. Og ég meina, hvað eru þið búin að eyða miklu í baugsmáli? 1000 milljarði. Ég meina, þetta einhvern veginn bara sama upphæðin, bara tvöfölduð í einhverju vitleysu sko. Ég held reyndar að þetta sé mjög hressandi allan fyrir fréttaheima að það sé verið að fara að ákæra Jón Ásgeir á ný. Það fái einhverja nýja fréttir og þetta vatn á myllu svona allar þessari Jónínu og Sullenbergar á samfélaginu. Þetta ekki hressandi hendi fyrir almenningi, þetta er almenningur sem er búin að fá alveg nú á þessum baugsfréttum. Já, en ég held að nú er árferðið slíkt að ég meina að fólk hatar auðmenn í dag. Eins og var í DFF daginn, þá kastaði strákur í snjóbolta í andlitið á Jóni Ásgeir og sagði hann ritskoða þetta. Þetta er einhvern veginn stemningin, sko. Þannig að kannski verða það dæmdir núna, en ekki þó að það ekki tekist á þau, sko. Sjáum til, það er örgulega að fyrir að taka langa tíma. Bara takk heilega fyrir að koma. Takk fyrir að koma. Og ég segjum bara gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól.